Sjálfstraust og sjálfsþekking. Hæ og velkomin. Í dag ætlum við að tala sjálfstraust og sjálfsþekkingu. Þetta eru grunnstoðir í því að líða vel, taka góðar ákvarðanir og standa með okkur sjálfum. Ef sjálfsþekkingin er veik, verður sjálfstraustið oft brothætt. Sjálfsþekking er að þekka sjálfan sig, vita hvað þú kannt, hvað þú þarft að læra, hvað skiptir þig máli og hvernig þú bregst við hlutum. Sjálfstraust er að treysta því sem þú veist þig, að þora að taka pláss, prófa hluti og standa með skoðundinni, þó þú sért ekki fullkomin. Þegar við höfum gott sjálfstraust erum við líklegri til að prófa nýja hluti, takast á við verkefni og við höfum trú á að við ráðum við þessi verkefni. Sjálfstraust hefur mikil áhrif á framkomu okkar og ef við erum sífellt að upplifa samskipta erfiðleika er svo mikilvægt að vera tilbúin til að skoða sjálfan sig. Sem sagt, þegar þú þekkir þig vel erum við að tala sjálfsþekkingu og þegar þú nýtir þá þekkingu til að takast á við lífið og treystir þér til að gera hluti þrátt fyrir óöryggi og efa erum við að tala sjálfstraust. Ef þú aftur á móti þekkir þig ekki vel, þá veist ekki alveg hvar mörkin þín liggja. Átt erfiðara með að taka ákvarðanir, verður háðari áliti annara og sjálfstraustið verður sveiflukennt. Sjálfsþekking er soldið eins og innri áttaviti. En sjálfstraustið er líka brothætt. Það er eðlilegt að sjálfstraust sveiflist þegar við lendum í áföllum, erfiðum samskiptum eða upplifum að við höfum gert lítið úr okkur sjálfum. Það er líka mikilvægt að átta sig á því að sjálfstraust er aðstæðubundið. Við getum haft gott sjálfstraust í sumum aðstæðum en lítið í öðrum. Til dæmis get ég haft sterkt sjálfstraust þegar ég kenni en fundið fyrir óöryggi þegar ég þarf að leysa flókin tæknileg vandamál. Einfaldlega vegna þess að ég hef ekki þá kunnáttu. Þá myndi ég frekar biðja hjálp án þess að skammast mín fyrir það og án þess að dæma sjálfa mig eða aðra. Enginn kann allt, en allir kunna eitthvað. Það krefst hugrekkis að viðurkenna bæði fyrir sjálfum sér og öðrum hvar styrkleikar okkar liggja og hvar við þurfum stuðning. En það er hægt að efla sjálfstraustið, ef við erum meðvituð hvar við þurfum og viljum efla það. Hér eru nokkur dæmi. Smá skref. Að takast á við áskorun á hverjum degi byggir upp trú á eigin getu. Það getur verið að taka til máls, prófa eitthvað nýtt eða klára verkefni sem hefur setið á hakanum. Styrkleikagreining. Að þekkja styrkleika sína og taka eftir litlu sigrónum hjálpar okkur að sjá hvað hefur gengið vel. Það styrkir sjálfsmyndina og dregur úr sjálfsefa. Jákvætt hugarfar. Að draga úr neikvæðum hugsunum með því að taka meðvitað eftir þeim. Við getum æft okkur í að skipta sjálfsgagnrýni út fyrir uppbyggilegri og hlýrri hugsanir. Hugrekkisæfingar. Að takast á við óöryggi í öruggu umhverfi. Til dæmis að opna sig í hópi, segja sína skoðun eða prófa nýtt hlutverk í vinnunni. Félagslegur stuðningur. Að vera hluti af hópi eða teymi sem styður, hrósar og eykur öryggi skiptir miklu máli. Jafningjastuðningur á vinnustað getur verið ómetanlegur. Er einhver sem þú getur leitað til þegar þú þarft stuðning? Að lokum, að efla sjálfstraust er ferðalag. Við erum sífellt að kynnast okkur sjálfum aftur og aftur í gegnum lífið. Lítil skref, aukin sjálfsþekking og stuðningur annara hjálpa okkur að styrkjast dag frá degi. Við munum vinna nánar með þetta. Takk fyrir og gangi þér vel.